Velkomin í fyrsta útvarpsþáttinn okkar. Ég heiti Agnes og með mér Heiðbjörg. Og við erum að fara að tala svartadauðann í Feneyjum. Já, svartadauði í Feneyjum var hrikalegur. Svo Heiðbjörg, hvenær sló hann í gegn? Sko, hann sló í gegn árið 1348. Svipaleiti þá gekk hann yfir restina af Ítalíu. Hafði komið til Evrópu 1347 með genóskum skipum sem snéru heim frá Krímskaga. Há, það gott að vita. Það kannski ekki nógu gott, sko, en höldum áfram. Hvernig var sjúkdómurinn? Sko, hann líklega streiðist með flóum á rottum borð í kaupskipum. Þau einkenni voru bólgan, lúnabólga og blóðsýking. Jáhá, það bara viðbjóður. Ég bara vorkin í fólkinu, þetta svakalegt. Sama hér, sko, þetta alveg hræðilegu tími. Og hvaðan kom orðið sóttkví? Já, sóttkví, Feneyjar eru með hugtakið sóttkví sem upprunnið. Skip og áhafnir sem hafðu komið til hafnarinnar þurftu að vera í einangrun í 40 dagar en þau fóru inn í borgina. Ef við voru grunaðir að vera með sjúkdóm. Viðskipti dró úr og skortur af vinnuafli breytist í félaginu og efnahagslega uppbyggingu. Já, viðbjóðar hugsa sér að vera í sóttkví í 40 daga. Maður hafði klikkast örugglega. Ég hefði alveg klikkast. Já, ég hefði bara bilast. Þetta hefði bara verið algjör leiðindi, sko. Já. Segðu mér þá pláu læknana. Hvernig voru þeir? Já, þeir voru með skemmtilegar grímur. Þær voru risastórar, langar hvítar, fylltar með svona arómískum jurtum til að hreinsa loftið. Sem þeir bara önduðu inn til að þeir myndi ekki fá pláuna. Já, voru þeir ekki með svona grímu sem að lita út eins og einhver fugl? Jú, lita út eins og svona langur fugl með risagogg, það voru alveg hvítar. Það var skorið út augun svo þú gast séð og séðan goggurinn fylltur með þessum jurtum. Já, svo það myndi ekki anda að sér þessum sjúkdóm, sko. Akkurat. Hvernig áhrif hafði þetta á borgina? Segðu mér, Agnes. Já, sko, íbúar fyrir pláuna voru það bil 100.000 til 120.000 manns í Feneyjum sem var árið 1347 til 1348 en eftir að pláa sló í gegn þá dóu á milli 50.000 til 70.000 mann sem eru það bil 50 til 60% íbúa Feneyja sem hafa látist. Jáhá, það bara alveg slatti af fólki. Jæja, gætirðu sagt mér kannski frá listinni og arkitekt, hvernig breyttist hún? Já, listin og arkitektin sem byggðu Feneyjar það var mannyrki eins og Redentore kirkjuna og Santa Maria della Salute sem var mjög þekkt fyrir Guð fyrir endalok pláunar. Já. Haldið því maður? Okay. Hvernig var menningarleg og félagsleg áhrifin? Hafði hún mikið áhrif? Já, svartidauði mótaði feneyska list, bókmenntir og trúarbrögð. Mörg listaverk sýndu dauða, djáningu og guðdómalega dóm. Jáhá. Hvað með kirkjurnar? Já, kirkjur og pláakirkjur eins og Santa Maria della Salute byggt eftir síðari pláu árið 1630 voru byggðar til að þakka Guði og Maríu mey fyrir frelsun frá pláunni. Borgin þróaði einnig helsíði eins og göngur og hátíðir til að leita guðlegar minnskunar og koma í veg fyrir uppkomi í framtíðinni. Já, hvað með síðari uppákomur? Já, síðan uppkomurnar það Feneyjar héldu áfram að glíma við faraldur í gegnum 15. og 17. öld með umtalsverðin faraldri á árunum 1575
til 77 og 1630. Þetta var allir einnig fjöldatjóni og leiddu til frekari betrumbóta á lýðheilsu stefnu. Já, þar heyrðu þið þetta, krakkar. Ég vona að þessi þáttur hafi frætt ykkur eitthvað smá svartadagann í Feneyjum, nema ef þið vitið allt þetta nú þegar. Já, bara takk fyrir að hlusta og vonandi hafi þetta verið skemmtilegt að hlusta. Já, við viljum bara þakka fyrir okkur og já, Já, við segjum bara bless! bless!